Það var yndislegt. Guð góður, það hérna fer ekkert á milli mála að hann var til staðar hérna í gær. Mig langar að biðja eins. Faðir minn, ég bara þakka þér fyrir, Drottinn minn, að þú ert sá sem segist vera, Drottinn minn og Guð. Ég bara biðist, Drottinn minn, að þú smyrjir tungu mínar og varir, Drottinn, að ég megi eingöngu tala það sem er í þínu vilja, Faðir. Ég biði, Drottinn minn, að opna hjört okkar, þannig að við megum skilja og skynja hvað þú ert að tala, Faðir, í Jesú nafni. Ég biði anda og opinberana, Faðir, þú segir í þín orði að það sem við leysum út á jörðum mun leyst vera á himnum, Drottinn minn. Það sem við bindum á jörðum mun bundið vera á himnum, Faðir. Og ég bara leys út þín anda og opinberana, Drottinn minn, yfir samkomin í dag og ég bind sér hvern anda, Faðir, sem reykir sér upp gegn þekkingunni gegn þér, Faðir minn, í Jesú nafni. Amen. Amen. Styðsta versið í Biblíunni, sjáu þið þarna uppi. Jesús grét. Það er reyndar aðeins lengra á íslenskunni, það stendur þá grét Jesús. Eða þá, já, en í enskunni er það Jesus wept, eða bara 2 orð, Jesús grét. Og ég fór að hugsa aðeins, þegar hann lagði þetta á mitt hjarta, af hverju? Af hverju grét hann? Hver er ástæðan fyrir því að Jesús sjálfur Guð grét? Ég trúi því að við höfum öll grátið einhvern tímann. Og það er margt sem að í lífinu sem getur fengið okkur, komið okkur til þess að gráta. Það getur bara einfallega verið að maður meiði sig, þegar maður krakki, maður datt, hruflaði á sín hnén eitthvað, maður fór að gráta og sko eðlilegt. Það getur verið að ég sé sár í hjartanu, það er einhvern sem særir mig, mér líður illa í sálinni, í tilfinningunum, ég græt, en svo getur við líka grátið andlega. Það er eitthvað í anda okkar sem að færa okkur til að gráta. Eitthvað sem knýr fram þennan grátur, sem að sumir kalla heilagan grátur. En hvers vegna grét Jesús? Það er aðeins, ég fann bara 2 staði í Biblíunni, þar sem talaði að Jesús hafi grátið. Aðeins á 2 stöðum er sagt að hann hafi grátið sjálfur. Ég ætla að skella þessari fullyrðingu fram hérna. Jesús grét vegna syndar mannsins og dauðans sem syndin kemur með inn í líf okkar mannana. Ég trúi því að þetta sé ein megin ástæði fyrir því af hverju Jesús grét við þessar aðstæði sem ég var að lýsa eða tala um hérna áðan. Og ef við skoðum aðeins í fyrra skiptið af þessum 2 sem ég var að nefna áðan, af hverju hann grét, að það var þegar Lasarus dó. Við sjáum hér í Jóhanns Guðspjall 11. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá: Lasarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans: Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Ég meina, koma, hvað er að þér? Hún lítur að batna ef hann er sofnaður. En Jesús talaði um dauða hans, þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa. En förum nú til hans. Mér er svo svolítið skrítið að hann skulle fagna því, en eins og hann segir, hann fagnar ekki því að hann sé dáinn, heldur hann er að fagna vegna þess að þarna fáum við tækifæri til að sjá Guð vinna. Til að sjá Guð vinna. Og þeir fara áfram til, maður sjá, já, fór ég einn og langt eða hvað? Nei. Þannig eru þau komnir til Betaníu, þar sem þau voru. Og sko, Jesús vissi alveg örugglega að hann var dáinn. Það fór ekkert á milli mála. Og Jesús hefði getað eins og hann gerði oft áður. Hann sagði bara: vertu heill, þó hann var ekki eins og staðnum, og fólk læknaðist. Eins og hann sagði við hundransvæðingi, var það ekki, farið heim og dóttirin er heilbrigð, hún er læknuð. Þannig hann þurfti ekki að fara á staðinn. En hann fer samt, og þegar hann kemur, þá sér hann, það var þarna María og Marta, og hann sér hann að gráta, Maríu, og vini hennar, þeir grétu öll, og Marta líka, mjög sorgmætt eðlilega.
Og þegar Jesús sér hann að gráta og gyðingarnir að gráta sem með henni komi, eins og stendur hérna, komst hann við í anda og var hrærður mjög. Og sagði, hvar hafið þið lagt hann? Þeir sögðu, Herra, kom þú að sjá. Þá grét Jesús. Þá grét hann. Það er eðlilegt að hann gráti af hluttekningu, eins og orðið segir okkur að við eigum að gera, fagni með fagnendum og gráti með grátendum. Þarna er Drottinn Jesús að sýna okkur þessa miskun, þessa meðöfgun sem hann hefur með okkur í þessum kringumstæðum. Og augljóslega, eins og við vitum, hann tekur á sig þessa mynd að vera maður, þó að sé Guð, hann er Guð, tekur á sig mannsmynd, gengur í gegnum allt sem við höfum þurft að ganga í gegnum miklu meira í þessu lífi. Þannig að eitt af því sem hann er að ganga í gegnum er að hann hefur þessar tilfinningar sem við höfum líka, sorgina, sem er bara mjög eðlileg í lífinu. En þarna trúi ég að það sé miklu, miklu meira á baku heldur en bara það hann sé að gráta af því að það var sorg. Hann grætur líka vegna dauðans og hann grætur líka, förum aðeins lengra, lesum næstu glæðru. Þá grét Jesús, ef við höldum áfram. Gyðingarnir sögðu, sjá hversu hann hefur elskað hann. Hann hefur elskað Lasarus mikið. En nokkur þeirra sögðu, gat ekki sá maður sem opnaði augu hinna blindu einnig varna því að þessi maður myndi deyja. Hvers slags Guð er þetta? Gat hann ekki komið í veg fyrir að myndi deyja? Hann er búin að vera að opna augu á blindum og gera þetta og reisa upp lamaða og þetta og eitt. Akkur gat hann ekki stoppað að þessi maður myndi deyja. Og Jesús var aftur hrærður mjög og fór til grafarinnar. Hún var í helli og steitt fyrir eins og tíðkast á þessum tíma. Akkur var hann aftur hrærður þegar hann heyrði þetta. Hver er stærsti Akkillesarhællinn í mínu lífi? Er ekki vantrú? Er ekki oft erfitt að trúa? Ég sé þetta þannig og ég trúi því að það sé rétt sýn að Jesús grætur að því að syndin hefur leitt til þess að þessi maður dó. Syndin sem kom inn í heiminn. Og hann grætur vegna vantrúar okkar sem hann heyrir þarna á staðnum. Þetta tvennt er eitt af því staðista sem stendur í vegi fyrir því að við getum notið þess kærleika sem hann hefur fyrir okkur. Þetta er það staðista sem að hindra það að Guð ná að vinna í okkar lífi. Það er eins og að syndin í mínu lífi, allavega þannig á mér, og vantrúin. Það er ekki akkurat þess vegna sem að Jesús kom í þennan heim út af syndinni. Og ef við höldum áfram, hvernig gerist þetta allt saman í upphafi? Ef við förum aðeins langt tilbaka. Sjáum hvað hvernig syndin kemur inn í þetta allt saman í upphafi. Og Drottinn Guð, í 1. Mósebók, kafla 2, og Drottinn Guð bauð manninum og sagði að öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild. En af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur af því, skaltu vissilega deyja. Og síðan kemur áfram í 19. versinu afleiðingin af syndinni. Í sveita andlitsins skalt þú neyta brauðsins þangað til þú hverfur aftur til jarðarinnar, því að af henni ert þú tekin, því að mold ert þú og til molda skalt þú aftur hverfa. Ef við skoðum að 16 og 17 betur, reynið að ímynda ykkur, ef við bara förum tilbaka inn í aldingarinn og setjumst það niður og horfum á þau, sjáum hvað er að gerast. Við sjáum bara að Adam er bara í góðum málum, lifir flott, líður vel, er í samskiptum við Guð, bara, hvað heitir það, mann og mann, bara veist, eye to eye, eru bara tveir saman að spjalla og akkur kallar þetta skilningstré, góðs og ills. Það hlýtur að vera það að ef ég borða þessu tré þá öðlast einhvern skilning sem ég hef ekki. Er það ekki? Hvaða skilning hefur Adam ekki þarna? Hann þekkir ekki illt. Hann þekkir ekki illt. Hann þekkir bara gott. Hann veit ekki hvað illt er einu sinni. Pælið því hvernig líf það er. Ég lifi þannig lífi, ég veit ekki einu sinni hvað illt er. Ég veit bara hvað er gott, ég þekki ekkert annað.
Þetta bara í fullkomna lífi, það ekki, með Guði. En akkur þarf þetta að vera svona flókið, akkur er ekki bara einfalt og tók bara tréð í burtu, hafði ekki skilningstréð hann í garðinum, þannig að hann þurfti ekki að hafa ágjörð að hann myndi fá sér bita af eplinu sem hann mátti ekki fá sér bita af. Hvað hefði gerst ef hann hefði ekki haft skilningstréð í garðinum? Þá hefði Adam ekki getað valið það. Þá hefði hann tekið valið frá okkur. Hann hefði tekið frjálsa viljan frá okkur. Vegna þess að Guð vill ekki að við séum eins og einhverjir róbótar. Að við séum ekki eins og einhver viljalaus verkfæri í höndunum á honum. Hann vill að við fáum að blómstra. Þú sem átt börn, vilt þú að barnið þitt sé bara svo róbót í þínum höndum? Vilt þú ekki sjá barnið þitt vaxa og dafna? Vilt ekki sjá barnið þitt læra og verða þroskaður einstaklingu sem að lætur gott að sér leiða í lífinu? Er einhver sem vill það? Viljum við það ekki öll? Já. Ef að Guð hefði tekið tréð í burt og hefði ekki verið þarna, þá var Adam ekkert fengið að velja. Og þetta er þessi frjálsi vilji sem Guð gaf þér og hann gaf mér. Hvað ætlar þú að gera við hann? Þennan frjálsa vilja. Í hvað ætlar hann að nota hann? En að því að hann lét plata sig, eins og við þekkjum söguna, hann lét plata sig og bara eplum. Þannig kemur syndin inn í heiminn. Þar gerist að þetta samband milli manns og Guð sem var í upphafi, það rofnar og dauðinn kemur inn, andlega talað og líkamlega reynda líka. Ef hann hefði ekki borðað trénu, þá var hann ennþá í aldingarðinu bara í happy bliss, all day long, er það ekki? En þetta er það líf sem Guð ætlar okkur. Hann ætlar okkur að lifa í svona samfélagi við hann og hann ætlar okkur að vera hamingjusum og glöð í lífinu sem við lifum. En það bara er ekki svona einfalt. Það er ekki alltaf þannig. Ekki hjá mér allavega. Og það er að því að stundum vel ég syndina. Ég kannski ger ekki út af það, ég ætlaði mér það ekki, en áður ég veit af þá er ég komið þangað. Og það er það sem að stoppar okkur svo oft. Það er það sem að hindra okkur. Og mundir þú ekki gráta ef þú horfir upp á þitt barn, farðu í ykkur vitleysu sem þú veist að elur af sér ekkert nema bara köl og pínu fyrir barnið. Mundir þú ekki gráta? Ég myndi gera það. Og veistu það, ég var í bænahópa á föstudagskvöldinu, föstudaginn var núna, og það þegar vorum að biðja, að þá gaf Guð einni manneskjunni í hópnum, í bænahópnum sýn. Og það sem að þessi manneskja sá, hún sá fullt af kristnum einstaklingum, ekki kristnum einstaklingum, sá bara einstaklinga sem voru að labba fram að bjargi og hrapa niður og deyja. Og hún sá hvernig Guð sendi einstakling fyrir framar þetta fólk til að stoppa það. Og þegar þessi manneskja var að segja frá sér í sín, þá grét hún. Allt í henni byrjaði hún að segja frá allt í leið, svo bara allt í henni fann að hágráta þegar hún var að segja þetta. Og hún grét vegna þess að Guð, heilagur andi, leyfði henni að upplifa sínar, það er að segja, tilfinningar heilags andum leið hún var að lýsa þessu. Þess vegna grét hún. Að því að hann elskar okkur. Hann elskar okkur. En hann tekur aldrei af mér þennan frjálsa vilja til þess að velja og hafna hvort sem það er rétt eða rangt. Og við sjáum hér áfram eins og segir hér, syndin kemur inn í heiminu sem ég var að segja ykkur fyrir einn mann og dauði fyrir syndin og þannig er dauður runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. Þannig þetta er ekki eitthvað sem ég er að finna upp, sko. Og laun syndarinnar er dauði en náða að gefa Guð sér eilíft líf í Kristi. Drottnum vorum. Þetta verður aðeins betra, þetta er ekki alveg svona þungt allar tíman. En þetta er málið, krakkar. Þetta er málið að gera sér grein fyrir því hvar við stöndum þegar kemur andlegum hlutum. Hvað er það sem skiptir máli í lífinu? Og hvað er raunverulega munun og rétt og röngu. Veistu, einu sinni, ég hélt þegar að ég uppgötaði að Guð elskaði mig, þegar Jesús elskaði mig, mér fannst alltaf að vera mínum forsendum. Ég var alltaf að biðja eitthvað sem ég langaði í. Að því að faðir sem elskaði mig, hann lítur að gefa mig það sem ég langaði í, er það ekki?
En svo sagði hann bara oft nei við mig og ég skildi það ekki. Guð lítur að vera bara vondur. Af því hann vill ekki gefa mér það sem ég langar í. En það er bara ekkert alltaf gott fyrir mig það sem ég langar í. Orðið segir að ef við biðjum eftir hans vilja, er ekki? Eftir hans vilja, þá mun hann veita okkur það. Nú, en við skulum ekki örvænt of mikið því að segir áfram þarna, ekki viljum við bræður látið vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru til þess að þeir séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Þannig að við þurfum ekki að óttast, það er ekkert í þessu lífi eða sem við þurfum að óttast, alls ekki. Og bara eins og segir, svo við verðum ekki hryggir eins og hinir sem hafa ekki von. Þú veist að fyrir nokkrum árum, eða þó nokkuð mörgum árum síðan þá misti ég bróður minn dó í slysi. Ég var tiltölulega nýfrelsaður á þeim tíma og hann líka. Sem var nefnilega ennþá skrýtnar fyrir mig, nýfrelsaður maðurinn. Sorgin var alveg hræðileg. Og ég get ekki ímyndað mér að nokkur maður geti farið, ég get ekki hugsað mér að nokkur maður geti farið í gegnum svona lífsreynslu, guðvana. Á að segja Guð. Ég hef aldrei, nú er búin að frelsaður í eitthvað 20 og eitthvað ár, ég hef aldrei á minni trúargöngu fundið jafn mikið fyrir nærveru Guðs í mínu lífi eins og akkúrat á þessum tíma. Þegar sorgin var sem mest og allt var hrunið að manni fannst í lífinu, ég hef aldrei á ævinu fundið jafn mikið fyrir nærveru Guðs. Sumir finnst það kannski hljóma skringilega, en þannig er það bara. Sorgin, hún er bara eðlileg, hún er hvorki rétt né röng, þetta er bara eðlileg tilfinning, svona kringumstæður, en við eigum Jesú sem að veitir okkur alltaf frið og kraft í þessar aðstæður. Og við höldum áfram eins og Páll segir hérna í Korinthubréfinu, í 15. kafla, því að honum ber að ríkja uns hann leggur alla fjændur undir fætur hans, dauðinn er síðasta óvinur sem verður að engu gjörður. Og það er þetta einmitt sem að Jesús sigraði þegar Jesús kemur og fer á krossinn. Akkur fer hann á krossinn? Til að sigra dauðan. Þess vegna lét hann negla sig á krossinn. Til að sigra dauðan, til að sigra syndina. Þannig að syndin hefur ekki þetta vald lengur. Hún hefur ekki þetta vald lengur. En það tekur ekki frjálsa vilja minn í burtu. Ég þarf áfram að velja. Eins og segir hann í síðara bréfi Tímóteusar, 1. kafla, hann afmáði dauðan en leiddi í ljós líf og óforgengileika með fagnaðarerindunum. Þarna er Jesús múin að búa til þetta samband upp á nýtt sem við vorum að tala sem var í aldingarennum. Þarna er þessi tenging komin aftur. Að því hann fórnaði sér fyrir mig og fyrir þig. Þannig erum við ekki lengur, þurfum við ekki lengur að vera bundin í syndinni. Og einhver kann að spyrja, ég hef stundum verið spurður að því, hvernig getur sagt að þessi Guð þinn sé góður þegar að þessi eða hinn, þú veist, ég var bara að ræða í síðustu viku við mann sem hann sagði, ég trúi því bara ef ég er góður og ég reyna að vera góður við þennan og góður við alla og ertu þá að segja, ég fara ekki til himna ef ég tek ekki á móti Jesú Kristi. Ég vil ekki trúa á svoleiðis Guð sem er svona vondur. Það bara kemur ekkert við hvað mér finnst það. Það er bara þannig, skilur. Ég er ekki Guð. Það er syndin í okkar lífi sem gerir okkur viðskila við Guð. Og ekkert annað. Og það er bara ein leið inn í himinin og það er í gegnum Jesú Krist. Það er engin önnur leið til í þessum heimið hinu komandi heldur en Jesú Kristur inn í himinin. Þú getur hlusta á allskins vittleysu talandum, ég veit ekki hvað það heitir, eins og jóga og spiritisma og síkri þetta og hugleysla þetta og eitthvað bla bla bla. Það er engin leið inn í himinin nema í gegnum Jesú Krist. Ég gerði það ekki svoleiðis. Það er bara þannig, Guð gerði það. Það er ekki við mig að sakast, Guð gerði það. Skilur, ég get ekki breytt í. Það er alveg saman hvað mér finnst. Hvort sem ég trúi eða ekki, það verða bara þannig. Ef að ég trúi því ekki að Peking sé til borg, að því ég hef aldrei komið þangað, það breytir því ekki að Peking er þarna. Er það ekki? Ef ég trúi ekki að Guð sé til að því aldrei séðan, þá breytir það engum með það hann er til. Það breytir engum það. Hvað mér finnst eða
Ekkert með það að gera. En við höfum líka annað dæmi sem ég var að tala við ykkur. Hann grét tvisvar, segir orðið. Við sjáum í Lúkasarguðspjalli 19. kafla hitt dæmið, hitt skiptið þegar hann grét og það var yfir Jerúsalem. Það var yfir Jerúsalemborg. Og við lesum þetta bara hratt. Og hann kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni, borginni. Og sagði, ef þú hefðir aðeins vita á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú það hulu sjónum þínum. Því að þeirri dagar munu koma yfir þig og óvinir þínu munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa steini við steini þér vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunartíma. Þarna stendur hann og grætur yfir borginni að því hann sér hvað koma skal. Og hann grætur vegna þess að þeir hafa ekki tekið við honum. Og vegna þess eins og bara segir í spámennirnir segir í Gamla testamentinu að hérna talar Jesaja 53:3-4 að Jesús vissi að honum verið hafnað þegar hann kæmi. Hann vissi einnig eins og ég var að segja með Jerúsalem að hún lögð í rúst. Og hann grætur út af harðneskju hjarta fólksins. Að það skuli ekki vilja taka við því sem hann hefur fram að færa. Því að hann, Jesús, vill ekki að nokkur maður degi. Hann vill ekki að nokkur maður farist, þess vegna grætur hann það. Og ef að hann vill að allir menn iðrist synda sinna og snúi sér til hans. Ef að við tökum þetta, vers 41-44, ef ég heimfæri þetta upp á sjálfa mig, ef að ég var í Jerúsalem og minn vitjunartími og Guð að banka á mitt hjarta, og ég tek ekki við því. Ég þrjóskast við, þess vegna heiti ég Þráinn, ég svo þrjóskur. Það þýðir þrjóskur held ég nafnið mitt, en ég nefnilega mjög þrjóskur, sko. Get verið það. Og mér sagt allavega, mér finnst það nú ekki. Svo en sko, ef við segjum bara, Jesús stendur og hann grætur yfir mér og þér, ef við herðum hjarta okkur svo mikið að við viljum ekki taka á móti því sem hann hefur fram að færa fyrir okkur. Og það sem ef við snúum þessu upp á andlega þáttina, það sem það getur haft í för með sér fyrir okkur, það að óvinurinn, hann djöfulli getur komið að ráðast á okkur, andlega talað, og rústa líf okkar. Og bara rústa líf okkar. Það sem talar börnin hérna, allt sem innra með mér, allir hæfileikarnir og allt sem Guð hefur gefið mér, alveg sem hann gefið þér, hann gefið okkur öllum hæfileikarnir, hann gefið okkur öllum talentur. Þetta öllu rústað. Þetta allt brotið niður. Ef ég stend ekki vörð, ef ég passa mig ekki á því að vera í honum, taka því sem hann hefur fyrir mig. Eins og ég sagði, hvað stendur í veginu fyrir að ég geti stigið að fullu inn í það sem Guð ætlar mér? Hans blessanir. Ekki syndin. Syndin það ekki. En ég ekki frelsaður, ég það ekki syndlaus? Nei, jú, ég frelsaður, ég ekki syndlaus. Langt í frá. Það engin maður syndlaus. Og ef við ætluðum að segja við okkur eins og það var yndisleg systir að tala við áðan áður í fór upp, vorum að grínast aðeins með svona syndina og þjónustuna. Ef við ætluðum að hafa það þannig í kirkjunum almennt að enginn má þjóna nema sé syndlaus og væri enginn að þjóna. Það væri engin samkoma, væri þau öll heima. Þannig við erum bara öll mannleg og við syngum öll, skilurðu. En það munur á því hvort að ég lifi syndsamlegu lífi, þar að segja, ég tökum bara dæmi, ef ég rek fyrirtæki og ég ger út á það stelandi skatti. Þjóðaríþór Íslendingar ekki. Stelandi skatti. Og svo segir við Guð, drottinn minn blessaði fjármáli mín. Hvers að hræsna þetta? Það hræsnir þetta, skilur við. Myndi þetta flokkur sem að lifa í syndurhæki á þessu sviði? Þetta getur öllum orðið á að við gerum eitthvað sem rangt, við gerum eitthvað, segjum eitthvað og maður finnur kannski alveg fyrir því vegna þess að andi Guðs bankar og hjarta manns hvað ætla að gera. Og það bara iðrast maður og heldur áfram. Maður lætur það ekki draga sig niður. Alls ekki miskil mig, passi ykkur því, alls ekki gera það. Og enn eins og ég sagði við Gróðan, hann elskar alla menn og hann þráir það að engin maður glæti sem svo sjáum við hér í Esekiel 33:11
Segjum við þá, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, hef ég ekki þóknun á dauða hins óguðlega. Heldur að þinn óguðlega hverfi frá breytni sinn og haldi lífi. Snúið yður frá yður vondu breytni, hví viljið þið deyja Ísraelsmenn? Hann að hamra á þeim að snúa sér. Stórir guðsmenn eins og Páll að glíma við þetta. Við erum öll að glíma við þetta, trúi ég, eða flest. Hann segir, þannig reynist mér það þá regla fyrir mig sem vil gjöra hið góða að þið illa mér tamast. Hreinskilin góður það ekki. Hann bara auðmjúkur og hreinskilin. Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmáli limu mínu sem berst á móti lögmáli hugar míns og hertekur mig undir lögmáli syndarinnar í limu mínum. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðas líkama. En ég held að við séum öll að glíma við þetta einhverju marki og ég vil hvetja okkur öll sem eitt. Látum þetta ekki draga okkur niður og gefumst ekki upp, heldur höfum þetta sama hugafar og Páll var með, höfum sama hugafar og Kristur. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða, það sem maður sáir það mun hann á uppskera. Sá sem sáir í holdi sjálfsins mun á holdinu uppskera glötun, sá sem sáir í andan mun af andanum uppskera eilíft líf. Einhver að glíma við, hefur einhver verið að glíma við, nú ég að tala til sjálfsins líka, kannski ég spurji frekar, höfum við ekki öll verið að glíma við að mér finnst eitthvað ekki bara ná framgang í lífinu? Og ég tilbúin að fara á hnén og spyrja Guð, Drottinn minn, eitthvað sem ég að gera sem að hindra það að þín blessun geti komið inn í mitt líf? Eitthvað sem ég að gera sem hindra það? Hugsið ykkur að hann skuli gefa okkur þetta tækifæri og þennan möguleika að geta komið fram fyrir sig á hnén og spurt hann, Drottinn minn, sýndu mér ef það eitthvað sem ég að gera rangt. En þó maður vil ekki alltaf hlusta. En þegar við erum að tala að gráta, við erum að tala hryggð, þá það svo hryggð sem að Guð kallar eftir. Sjáum við þarna í versi 10 í kafla 7 í síðara bréfi Páls til Kórinthumanna, sú hryggð sem Guð að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis, sem engan iðrar en hryggð heimsins veldur dauða. Til að enda þetta á þessu, það sem við byrjuðum. Jesús grætur út af þessu. Hann grætur út af þessu. Hann þráir að við lifum í hans blessunum og hann þráir að við komum til hans, beygjum okkur, auðmýkjum okkur, vegna þess að það getur blessanirnar sem hann hefur fyrir okkur. Ég sé þetta stundum eins og vegur sem ég að ganga eftir, meðan ég geng eftir þessum ákveðna veg þar sem hans blessanir eru alveg yfir þessari götu, svo beygi ég út af, þá deygi ég ekkert. Og Guð bara sendir ekkert elding í hausinn á mér í detnuðu dauður, það ekki alveg svoleiðis. Ég bara stíg undan blessuninni og ég hef hann ekki lengur. Ég er komin út í eyðimörkina, ég einn að þvælast, hrópa á Guð og skil ekki neitt. Leið og ég sný við, inn á sömu götu, þá ég komin undir blessunina. Þetta það sem syndin fær mig til að gera. Hún fær mig stundu til að fara út af, ef ég ekki nóg vakandi, ef ég passa mig ekki. Og þetta alveg eins og ef þú liggur, þetta alveg eins og í vatninu, ef þú leggst í vatnið og þú ætlar að fljóta niður þessa fallegu, ef við sjáum fyrir okkur bara eitthvað fallega á sem ég ætla að liggja í, sem heit og fín, ég ætla að liggja á bækjunum, þetta fljóta, liggja alveg á bólakafi bara með nefið upp úr svo ég get andað. Þetta lífið mitt, þetta lífslaupið mitt, svona ætla ég að liggja, svona ætla ég að liggja í þessu himneska vatni sem lífið með heilugum anda. Ég ætla að leyfa honum að leiða mig. Ég ætla bara að hafa augum mín upp í himinin, ég ætla bara að sjá það sem Guð sér í lífinu. Ef ég ætla að vera sniðugur og fá mig bát, ég ætla að fá mig spýttbát, kröftugan, öflugan, ég ætla að setja hann á vatnið og ég ætla að keyra sjálfur, ég ætla að have some fun eins og þau segja í útlandinu. Áður en langt við lífið hafi búin að stranda.
það ekki? Þá ég farin að keyra mitt líf í eigin holdi, í eigin mætti, í eigin krafti. Og hvað lendi ég þá? Ég hef ofta reynt þetta, ég veit hvað ég að tala um. Ég keyri upp í fjöru og lendi í einhverju tómvísteipu. Þannig að ég vil hvetja okkur enn og aftur þegar við sjáum, þegar við hugsum, af hverju grét Jesús? Af hverju grét hann? Af því hann elskar þig. Og af því hann þráir. Ívar, ertu til í að koma þess? Hann þráir að við lifum þessu sigrandi lífi í fullri gnægð, í hans kærleika og hans blessunum. Og hann bara ekki einhver, eins og Óli Haukur segir stundum, einhver teiknimyndafígur úr biblíusögunum. Hann lifandi Guð sem hefur áhuga á þér og hefur áhuga á mér í dag. Ef að þú ert hérna inni og þekkir ekki Jesú Krist, ef að þú hefur aldrei komið fram fyrir hann og sagt við hann: Drottinn minn, ég bið að fyrirgefa mér syndir mínar. Ég bið að koma inn í hjarta mitt og leiddu mig áfram í lífinu. Og langar mig núna að biðja ykkur, við skulum lokum bara augunum alls sömur og lútum höfði í smástund. Ef að þú ert hérna eins og ég var að segja og átti ekki þetta samfélag sem ég var að lýsa úr aldingarðinum, sem að Jesús kom á aftur þegar hann steg upp á krossinn. Ef þið langar að gefa Jesú lífið þitt núna, þá vil ég biðja mig rétt upp hendi. Og mér langar að biðja með þér, ef það einhver hérna inni